En það ætti að fella niður 40% skulda þeirra sem verst staddir eru í þjóðfélaginu, segir framsóknarmaðurinn Páll Magnússon. En þetta raunhæfur kostur og hver á að borga brúsann? Sindri fór í málið í dag. Við horfum bara til efnahagsaðstæðna hérna síðasta árið, gengisfall krónu, verri rýrnun eigna, atvinnuleysi, tekjutap, mikla verðbólgu, að þá einfaldlega ljóst að heimilin í landinu mun ekki standa undir skuldum þeirra og á endanum tel ég að koma til þess að það sé betra að afskrifa lánin heldur en að ganga að fólkinu í landinu. Það bara því miður þannig að bankarnir og aðra lánastofnanir standa frammi fyrir því að í einhverjum tilfellum þá engin von til þess að fólk geti endurgreitt lánin og þá þýðir ekkert að byrja höfðunum við steinin, það verður einhvern veginn að finna lausn og hún felur væntanlega í sér að það verður að afskrifa eitthvað af lánunum. Og best auðvitað ef það hægt að gera það án þess að margir og helst sem fæstir þurfi að flytja út úr sínum íbúðum, þannig að ef það hægt að afskrifa hluta lán eða banki eða annar tekur yfir íbúð og leigir hana svo áfram, að þá held ég að það sé skynsamlegt. En það auðvitað alls ekki hægt að gera þetta fyrir mjög stóran hóp manna því að bara kostnaðurinn að því yrði svo svakalegur. Ég held að sé þetta algjört lykilatriði að það veri gert jafnræðis þessu og gegnsæis, þannig að það veri jafnt yfir alla látið ganga, það sé ekki hægt að taka hvert tilvik fyrir sig, það er ekkert traust í landinu gagnvart þessum fjármálastofnunum til þess. En ég held hins vegar að það þurfi fyrst að grípa til ákveðna aðgerða. Það eigi að veita núna strax öllum rétt til þess að sækja ákveðna greiðsluaðlögun, þannig að ákveðið hámark af heildartekjum renni til afborgana húsnæðislánum og afgangunum verði frystur. Ég held líka að ríkisstjórnin eigi strax að beita sér miklu harðar gagnvart öðrum fjármálafyrirtækjum en Íbúðalánasjóði, að þau taki upp þessa greiðslu erfiðleika aðstoð sem Íbúðalánasjóður veitir í dag. Ríkisstjórnin hefur beint tilmælum til bankana, þeir hafa ekkert orðið við því og þá kann að koma til þess að það verði einfaldlega sett lög þetta sem varði þá lífeyrissjóði og bankastofnanir sem að veiti þá fólki þessa greiðslu erfiðleika aðlögun eða aðstoð. Þeir sem eru væntanlega í verstum kröggum eru þeir sem að keyptu á árunum svona 2005 til 2007 og áttu lítið eigið fé og tóku erlend lán. Það eru væntanlega þeir sem að standa verst. Þannig að það verður þá að horfa fyrst til þess hóps ef þetta einhver aðri líka í vandræðum. Svo eru náttúrulega margir í vandræðum sem kannski tengjast ekki beint íbúðakaupum, þeir sem hafa tekið lán með veðum í húsunum sínum til þess að kaupa hlutabréf og það er kannski erfiðast að eiga við þann hóp en svona þeir sem að voru bara að byggja eðlilegt húsnæði fyrir sig og sína fjölskyldu að það ætti að teygja sig mjög langt til þess að þeir geti áfram búið í þeim húsum og borgað svona eins og þeir ráða við af sínum lánum eða í leigu sem kemur í staðinn fyrir lánum. Ég held að við þurfum núna að bíða eftir því að sjá efnahagsreikning nýju bankana, sjá hversu burðugir þeir eru. Við þurfum að sjá hvernig farið verður með þessi gjaldeyrislán, hvernig skipti gengi verður þegar þeim verður skipti yfir í krónur. Nú síðan komið fram í fjölmiðlum núna að Seðlabankinn ætlar sérstaklega að athuga áhrif efnahagshrunsins á heimilin í landinu. Þannig ég held að þegar þessar forsendur allar liggi fyrir þá er þetta að útfæra þessa afskriftarleið. Ég held eins og vera stjórnvöld að segja það strax að það komi til afskrifta gagnvart þeim heimilum sem að verst eru úti. Þannig það gæti verið þjóðhagslega hagkvæmt að reyna að koma til móts við ákveðin hluta fólks með því að fella niður skuldir. Já, og það er ekki bara þjóðhagslega hagkvæmt, það er bara einfaldlega ekki annað hægt vegna þess að einhver hluti skuldunautana mun aldrei geta greitt sína skuldir að fullu tilbaka. Ég hef nú nefnt að það sé að þetta fara allt upp í 40% af húsnæðislánunum en það hins vegar auðvitað, eins og ég segi, er ekki hægt að útfæra fyrir en alla forsendur liggja fyrir. En þegar að, eins og ég sagði áðan, við horfum til þess að krónan hefur fallið 70%, Seðlabanki spár því að eignirnar muni rýrna í verðgildi 40%, við erum með 20% verðbólgu, þá held ég að það komi á endanum til þess að það verður talsverðar afskriftir að ræða í einhverjum tilfellum að minnstakosti. Já, hingað til okkar eru komin þau Jón Baldvin Hannibalsson og Agnes Bragadóttir, verið velkomin. Velkomin. Jón Baldvin, er þetta raunhæfur kostur að fella niður hluta af skuldum fólks? Hugsaði það að Ísland hrundi í fyrstu viku í október. Það er komið á 4. mánuð og svo erum við enn að bladra svona eins og þessi formanns framsóknarkandidat var að gera. Hann hefði kannski mátt hugsa til þess þegar hann var aðstofamaður ráðherra þegar þeir voru að gefa kosningaloforð 90-100% lán og settu af stað húsnæðisblöðruna sem nú er sprungin. Það hefði verið svona trúverðugra ef þeir hefðu haft vit á því þá. Samkvæmt heimildum samtaka atvinnulífsins er milli 60-80% af fyrirtækjum á Íslandi tæknilega gjaldþrota.
Við erum enn á 4. mánuð eftir hrun þjóðfélagsins, þá veit enginn í þessu þjóðfélagi, svo vita sé, hverjar skuldir okkar eru. Samkvæmt alþjóðagjaldeyrissjóðnum þá eru þar 80% af þjóðarframleiðslu. Ég þekki engan hagfræðing sem trúir því, engan. Virtir hagfræðingar sem á að taka mark á hafa sagt 1,5 þjóðarframleiðsla. Síðan við það að bæta að við erum að fara í svo djúpa kreppu að þjóðarframleiðslan sjálf mun hrynja. Er þetta raunhæft? Það var spurningin. Það er spurningin og það sko, þjóðfélag sem svona er statt getur ekki svarað þessari spurningu fyrr en að það liggur fyrir hverjar eru skuldir þjóðarbúsins, hvert er vaxtastigið, hver er greiðslubyrðin og hver er greiðslugetan. Það þýðir eftir, sko ég bara vek athygli á því, þessi maður er í kosninga... Þannig að þetta er populismi að þínum mati? Hvorki hann, ég og ekki Agnes og ekki þú og ekki seðlabankastjóri og sannarlega ekki ríkisstjórnin getur svarað spurningu. Hvað heldur þú, Agnes? Hann nefnir hérna háa tölu, 40%? Já, ég held að svo tala sig galinn vegna þess að hann getur ekki slegið svona tölu fram og ég tek undir það með Jóni Baldvin þó ég þurfi ekki að halda jafnlanga ræðu á hann. Hins vegar þá tel ég að eins og Gylfi Magnússon orðaði þetta að þeir sem að verst eru staddir það verður með einhverjum hætti að hjálpa þeim og ég er alltaf fyrir jafnræði. Þannig að ég tel að það þyrfti þá lagabreytingu til þess að það kæmi til neyðarhjálp til handa þeim sem sannanlega geta ekki staðið undir afborgunum og er að missa húsnæði sitt af því að við erum öll verr stödd ef að þau fara út á þarna Guð og gaddinn. En það er náttúrulega alveg svo eins og Jón Baldvin eins og sko það er alveg ljóst að fólk er að byrja að missa húsin sín og það er alveg ljóst að stór hluti getur ekki borgað af lánunum sínum. Við erum ekki með einmitt tölurnar hérna hjá okkur en segir það sig ekki sjálft að það er betra að það sé eitthvað streymi inn í bankan og það sé komið til móts við fjölskyldurnar í landinu, einhverjar skuldir felldar niður bara til að við getum ekki náttúrulega hent öllum út. Það segir sig sjálft að lánardrottarnir munu aldrei fá þessar skuldir allar greiddar. Þær eru þegar tapaðar, hvort þeir er. Þannig að það er út af fyrir sig alveg rétt að bæði þeir sem það sá hlutin sem með gengisbundnu láni, erlendu lánin og reyndar hvernig við meðhöndlum verðtrygginguna, þetta á alltaf vera til endurskoðunar, en það á að hefði, ef hér verið ríkisstjórn í landinu, þá ætti þetta reikningsdæmi fyrir löngu síðan liggja fyrir. Það er alveg ótrúlegt að hugsa til þess að það er enn ekki komið plan. Og það er aðgilningu bara, menn vita ekkert hvað menn eiga að gera. Það er engin afsökun fyrir því. 4 mánuðum seinna. Hér átt að vera toxískir endurskoðandahópur, helst erlendur, sem hefði farið yfir dæmið og prinsipin áttu að liggja fyrir. Hérna, hvað er þetta aðgerðaplan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins? Þeir gera ráð fyrir því að versti niðurskurðurinn verði á árinu 2010. Það er ekki á yfirstandandi ári, heldur á næsta ári. Hérna, þetta er kolrangt hugsað. Vandinn er sá að hér á þetta plan að liggja fyrir vegna þess að það er grundvallarforsendan fyrir lausnunum og hérna það skelfilega við erum núna sem sé sottin í skuldir og við höfum engan gjaldmiðil sem er nothæfur. Þetta eru 2 vandamál sem að þjóðin stendur frammi fyrir og það er engin svör. En ef þú ert með þetta alltaf hreinu, af hverju býður þá ekki framan okkur stofnan flokk eða gengur í eitthvað flokk? Býttu rólegur, býttu þangað til að vera rétt til kosninga. Já, nákvæmlega. Ætti hann að bjóða sig fram? Hann Jón Baldvin? Að minni hyggju ætti hann að gera það. Myndi gera meira gagn en ógagn? Hann Jón Baldvin? Já. Ekki spurning, fyrir utan það hvað hann myndi gera lífið miklu skemmtilegra fyrir okkur blaðamennina með því að þá geti ég farið að eltast við hann aftur eins og ég gerði í 18 ár, þannig að mér svolítið fyndið að vera að takast á við hann hérna þvert yfir borði. Við erum að vísa ekkert að takast á að því að við erum nokkuð sammála en hérna, jú, ég tel að Jón Baldvin eigi fullt erindi í pólitík en þann dag í dag. Þetta var skuldir heimilana, sko, ekki mig. Þau gáfu bolta, Sindri og sagði, af hverju ferði, fyrst þú hefur þetta allt á hreinu, af hverju ferði þú ekki í pólitík? Það er ekki eðlileg spurning. Hvað segir þú, Agnes? Sér þú fyrir þér að verða eitthvað ákvarðanir teknar í bráð? Það er mikið búið að tala en einhvern veginn, það er alveg rétt að gerist lítið. Þarna, þó hann sé óskaplega mælskur og ferlega flinkur, þá er hann ósanngjarn og þetta er ekki rétt hjá honum að ekkert hafi verið gert. Það er búið að gera fullt af hlutum, það er verið að framkvæma hluti, þeir gerast allt og hægt í að sammála honum í þeim efnum og það sem mér finnst vera erfiðast í þessu, það er það
að við fáum svo litlar upplýsingar. Við fáum litlar upplýsingar úr stjórnkerfinu, við fáum engar upplýsingar úr bankakerfinu, við fáum engar upplýsingar úr seðlabanka og alls engar upplýsingar úr fjármálaeftirlitinu. Og við okkar starfir það að reyna að miðla upplýsingum til þjóðarinnar og segja frá því hvað að gerast og hvernig það að gerast. Svona bak við tjöldin telji mig vita að þeir sé að gera ýmislegt, en hvers vegna í ósköpunum þetta gagnsæi ekki fyrir hendi sem var lofað á fyrsta degi, það bara ekki fyrir hendi. Menn hafa afsakað sig með því að það sé betra að gefa ekki falsvonir heldur að bíða þangað til ákvarðanir hafa verið teknar og þær hafa ekki verið teknar. Já, sumar ákvarðanir hafa verið teknar, eins og til dæmis þessi ákvarðan í dag sem ég finnst algjörlega til fyrirmyndar að auglýsa störf bankastjóra allra 9 ríkisbankana, þessara 3. Þó nú væri ekki lagaskylda? Nei. Jú, það lagaskylda. Já, það lagaskylda. Ok, en svo ákvörðun liggur fyrir og þessu búið að bíða eftir. Það búið að vera deilt mjög á skipun þessara 3. Það liggur fyrir að það ætla að framkvæma lög, ekki sniðganga lög. En meikar ekki alveg sens að þetta fólk sitja áfram, ef við horfum til þess að það tekur meir en viku að setja sig inn í svona starf. Að bankastjórarnir sem nú sitja áfram? Nei, það þætti mér algjörlega út í hött. Það krafa að það komi nýtt fólk og ekki bara nýjir bankastjórar, heldur nýtt fólk í æðstu stjórnir þessara banka. Já, og hvað þið landin ánæður með? Við virðumst vera óánægð með allt sem að gerist í þjóðfélaginu í dag. Hvað eigum við mikið að menntuðum viðskipta á hagfræðingum og fjármálasérfræðingum? Við eigum þá alveg í hundruðavís. Og við getum raðað inn þarna nýju fólki, getum fundið það út í heimi sem að vinna sem prófessorar og lektorar hjá London School of Economics, University of Columbia og ég nefni bara svona sem dæmi þessa menn sem hafi verið að gera sig ábyrrandi í fjölmiðlum meðal annars í fínum greinum í Morgunblaðinu upp á síðkastið. Hvað heldur sér ekki hægt að fá þessa menn heim og fá það til þess að hjálpa okkur með sinni þekkingu og þeir eru ómengaðir að hagsmunaklíkum hérna innanlands? Jón Baldvin, það stutt eftir, hvað myndið þú gera ef að þú værir í dag viðskipta fjármála forsætisráðherra? Hvað það fyrsta verkefni sem þú myndið gera? Ég löngu búinn að setja saman bjargráða áætlunina, kortleggja hverjir eru skuldur okkar. Ég hefði farið í samningana við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn af fullkominni hörku og þvertekið fyrir einhverja 18% vexti til þess að rústa það sem eftir væri af atvinnulífinu hérna í landi sem að með gjaldmiðilinn hvort þið á hækjum. Það engin rök fyrir 18% vöxtum í hagkerfi sem í samdrætti, engin. En það brot, ef þú verða saman við það sem gerast allan heim, þvert á það. Þetta tóm vitleysa. Í annan stað væri ég búinn að taka ákvörðun það hvernig ég ætlaði að tryggja landinu nothæfan gjaldmiðil, því án þess getum við ekki hafið endurreisnarstarfið. Með öðrum orðum, það þýðir ekkert að tala það við þessa þjóð að segja við ætlum að gera þetta svona skref fyrir skref, bregðast við einhverjum utanakomandi atvikum. Við þurfum aðgerðaáætlun og hún þarf að svara þessu. Greiðslugeta okkar, það þýðir samningar til dæmis það að við tökum ekki á okkur meiri skuldur en lagalegar skuldbindningar okkar kveða og við munum ganga fram að fyllstu hörku í því að tryggja bestu kjör í því. Það ekki búið ennþá. Og ekki eins og svörum það hvað við skuldum mikið. Og síðan nummer 2, það getur engin þjóð endurreist efnahags í rústum nema að hafa nothæfan gjaldmiðil. Þessi ríkisstjórn engin svörum því. En ekki auðveldara að tala en í að komast? Nei, ég var í ríkisstjórn í 8 ár. Ég vanur því að vinna þannig, við erum rökræðið sig til niðurstöðu, horfast í augu við staðreyndir, tala við fólk eins og þessi fólk, en ekki niður til þess eins og þessi hálfvitar. Og reynum að fá fólk í lið með okkur í björgunaraðgerðinni. Þú varst í uppsveiflu. Ég var í samfelldri kreppu, lengstri kreppu á lýðveldistímanum. Það var bara smávegis aftryggingartímar miðað við það sem er í dag. Þetta er alltaf kreppa hluti af heimskreppu. Ég ætla ekki að bera það saman. Jú, þú ert að því. Nei, ég er ekki að segja það. En tímabil frá 88 til 93 var lengst. Við erum í það var lengsta samfellda samdráttarskeið lýðveldistímans eftir síldarhrunið 67-8, lengsta og verulegt samdráttarskeið allan tíman.
en þú ætlar samt ekki að byrja þetta saman. Við lögðum ekki með þessi ósköp. Nei, nákvæmlega. Það er engin þjóð. En Sindri gerði því náttúrulega svo valda mikið náðana því að hann sagði forsætisráðherra, fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra. Þannig að það er ekkert skrítið og hafi bara lausnir á taktinu. Þetta er bara óskækið hjá honum, já. En þú hefur svo sterkar skoðanir, eigum ekki bara hvetjan til þess að hér í beinni í Íslandi í dag að segja hann allir fram? Þið haldið þetta gerist allt í beinni hjá ykkur. Ekki ætla ég að hvetja hann í beinni. Ég ætla að skúpa með fréttina þegar hann ákveður að gera það. En frumskilin úr því og herfur ríkisstjórn sem er ekki bara ákvarðanafælin, heldur hún flokkarnir eru svo ósamála alla hluti, þeir get ekki tekið neinar ákvarðanir. Grundvallaratriðið er það að fólk með einhverja ábyrgðartilfinningu og þingi á að mynda meiri hluta það að efna til kosninga. Það verður að vísa þessum málum til þjóðarinnar sem verður að gefa umboð fyrir björgunarráðstöfun. Þetta gengur ekki, þessi amatörismi og viðvæningsháttur. Amatörismi og viðvæningsháttur, já. Þú ert sammála þessu eitthvað? Nei, ég er ekkert sammála þessu. Þetta er ég ekki sammála þessu. Ég þarna tel að þessi verið að gera ýmislegt og gera ýmislegt gott, en það mætti vera miklu meira og hlutirnir mættu gerast miklu hraðar. Sjáum hvað gerist. Það er bara svo íhelsum og næst. Já, alveg. Það er ljóst. En þakka ykkur báðum kærlega fyrir að koma að gaman að fá okkur.